biðja Bryndísi Sigurðardóttur að koma hér næst upp, smittsjúkdómalækni, og tala sína sýn sem smittsjúkdómalæknis. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, heilbrigðisráðherra og aðrir góðu gestir. Ég vil byrja á að þakka fyrir tækifæri til að fjalla aðeins leið út úr kófinu frá sjónarhorni okkar smittsjúkdómalækna. Það engin ein rétt leið og við erum í raun að semja söguna hérna á leiðinni. Við höfum átt marga erfiða fundi undanfarna mánuði og vitaskuld erum við læknar ekki alltaf sammála, enda ekkert einfalt svar. En hins vegar eru öll sammála það að vilja það besta fyrir heilbrigðiskerfið og okkar sjúklinga. Okkur gekk gífurlega vel að fletja út kúrfuna og nú þarf að taka ákvarðanir afléttingu og opnun. Skoðum aðeins hvað hafði áhrif okkar góða árangur. Við erum fámennt eyríki þar sem almennt fylgst mjög vel með fréttum, dægumálum og það reynist auðvelt að koma skilaboðum til allra á formi upplýsingafundi daglega. Yfirmenn almannavarna sóttvarna biðluðu til þjóðar að virða fjarlægðarmörk, taka upp 2 metra regluna, þvo sér hendur, forðast margmenni og svo framvegis. Við nánast biðum eftir fyrsta smiti og við vorum tilbúin þegar það greindist 28. febrúar. Höfðu þá verið að prófa einstaklinga í 4 vikur á verudeild Landspítalans. Virksmit náðu svo hámarki fyrstu vikun í apríl og fækkuðu svo verulega eftir það eins og hér komið fram. Og við bjöggumst alls ekki við svona skjótum og góðum árangri. Það var alveg magnað að fylgjast með þessu. En góður árangur náðist með samstillt átaki eins og hér komið fram. Við tókum sýni úr fólk með einkenni. Við fengum mjög mikilvægar faraldsfræðilegar upplýsingar vegna skimunarátaks íslenskrar erfðagreiningar, en þeir prófuðu fyrst og fremst einkennalausa. Eftirlit á COVID-göngudeildinni, símtal daglega til allra sjúklinga, mat og súrefnisþörf, stuðningur almennt við fólk, bæði í einangrun og sóttkví. Þetta spilar stórt hlutverki að kæfa niður faraldurinn og síðast en ekki síst rakningateymið og sú öfluga vinna sem þar fór fram. En þetta tók á innviði okkar brothætta heilbrigðiskerfis og við gerðum nánast ekkert annað í 3 mánuði en það komst fátt annað að. Landsmenn fórnuðu ýmsu óbeint á meðan á þessu stóð og aðgengi að heilsugæslu, sjúkrahúsum, stuðningsþjónustu og hjúkrunarheimilum var verulega skert. Ættingar gátu ekki heimsótt sína nánustu og þetta hafði slæmar afleiðingar fyrir marga af okkar eldri borgurum. Börn með sérþarfir fengu ekki nauðsynlega sjúkraþjálfun og aðra stuðningsmeðferð. Heilsa margra hrakaði á þessum tíma en það var ekki mikið rætt það. Biðlistar eftir nauðsynlegum aðgerðum lengdust. Flestir sættu sig við þetta í stuttan tíma, enda nauðsynlegt á þessum fordæmalausu tímum að hemja faraldurinn, fletja út kúrfuna og síðast en ekki síst sína samstöðu. Hins vegar ekki ljóst hversu fórnfús við verðum í næstu bylgju ef hún kemur, sérstaklega þegar áhrif þess sem ég minntist á hér ofan eiga líklega ennþá eftir að koma fram. Við erum hjartanlega sammála það að það þurfi að opna landið á einhverju tímapunkti. Það er ekki alveg ljóst hvernig og hvenar. Ég ætla ekki að gera lítið úr þeim efnahagshörmungum sem við stöndum frammi fyrir vegna veirunar. Margir hafa mist vinnuna, þeir eigum sárt að binda og því miður er vel hugsanlegt að áhrif þess á heilsu landsmanna verði mun meir en COVID-19 nokkurn tímann. Hins vegar er hugsanlegt að það sé ekki skynsamleg forgangsröðun og fjármagni að ætla sér það verkefni að skima alla þá sem koma til landsins. Að skima með háls- og nefkókstróki er meira en að senda sýni. Ferlið snúið, það hefst líklegast áður en ferðamaður kemur til landsins eða yfirgefur brottfararland, skráning einkenna, ferðasaga, biðsalir og aðstaða á flugvöllum, væntanlega með 2 metra reglunni ef þessir þörf. Það eru rakningasmáforrit, hugsanlega með leyfi persónuverndar, hugsanlega þar lagasetningu. Það verða tungumála erfiðleikar, tryggingamál, viðbúnaður ferðaþjónustanar og hótela út allt land. Nú starfsfólk í Keflavík til að taka sýni. Ég tala um sýnatökupinna og hlífðarfatnað, það nóg búið að tala það. Flutningur og sýnum til Reykjavíkur, skráning, einhvers konar 5 klukkustunda gluggi til þess að klára vinnuna á verudeildinni eða annars þar og koma SMS-skilaboðum til ferðalangana, fá staðfestingu á að fólk gefi sig fram eða veikist á ferðalagi og ekki viðbúnað vegna þess. Að ógleymdu grandvaralausu ferðamönnunum sem voru svo óheppnir að sitja sætaröðum nálægt þessum hugsanlega jákvæða. Því þeir eiga væntanlega að fara í sóttkví í boði ríkisins. Á kannski að beygja regluna þar eða á það sama að ganga yfir alla. Óljóst hvort ávinningu sé af þessari gífurlegri vinnu sem fer í útfæra þetta verkefni. Til þess eins að finna að ég tel örfáa einstaklinga með jákvætt sýni. Og það í raun umhugsunarvert að enginn hafi sett spurningamerki opinberlega
við þessar hugmyndir komið með vísindaleg rök gegn hópskimun einkennalausra hraustra ferðamanna. Hugsanlega líður okkur betur að vita af ferðamönnum landið með neikvætt sýni og vissulega skiptir andlegt ástand og andleg heilsa þjóðarinnar máli núna, en þetta ekki rétta leiðin enda falskt öryggi. Nú, hvað þýðir jákvætt sýni í einkennalausum? Og við skulum gefa okkur það núna að veikir einstaklingar séu ekki mikið að ferðast milli landa, en hvað veit maður? Það getur þýtt, og við höfum séð slíkt hér, að viðkomandi hafi verið veikur fyrir einhverjum vikum og mánuðum síðan og jafnvel þá með neikvætt sýni, en síðan með leifar af erfðaefni veirunar, þessi svokallaða veiklaða veiru sem ekki ræktanleg og viðkomandi þannig ekki smitandi. Þessir einstaklingar eru líklegast komnir með mótefni eins og var rætt hér áðan. Möguleikar á falskt jákvæðum prófum sem íslenska heilbrigðiskerfið þarf þó að takast á við. Fæða, einangra viðkomandi og samferðamennina og halda upp í 2 vikur og senda svo aftur til síns heimalands. Það afar líklegt að svona aðstæður skapist strax við fyrstu vél, allavega fyrsta daginn. Og við þurfum að vera algjörlega viðbúin því að sama skapi myndast falskt öryggi því án vafa munu jafnmargir, ef ekki fleiri, sleppa í gegn með falskt neikvætt próf. Þetta óumflýjanlegt og mun gerast hvort sem við skimum eða ekki. Nú, hvað segir neikvætt sýni okkur? Í langflestum tilfellum eru einkennalausir með neikvætt sýni, sama hvaðan þeir koma, og það sé reyndar önnur umræða, þeir eru hvorki veikir, það bil að veikjast eða smitandi. Hins vegar tíðni falsks neikvæðra prófa hátt og tímasetning sýnanna, sýnatökutækni, allt getur þetta haft áhrif á niðurstöður. Nýleg rannsókn hefur gefið okkur betri hugmynd tíðni falsks neikvæðra prófa og þetta eru upplýsingar sem við höfðum ekki fyrir nokkrum mánuðum. Það verulega hægt á neikvæðri niðurstöðu skömmu eftir útsendingu, skiljanlega eru allir neikvæðir á fyrsta degi útsendingar, en tæplega 40% á 4. degi þegar margir að byrja að veikjast og það bil 1 af hverjum 5 á 3. degi einkenna og þetta eru mun hærri tölur en allavega ég hélt hérna í upphafi faraldursins þegar vorum að þróa þessi próf. Neikvætt próf getur því valdið fölsku öryggi og sérstaklega þeim sem eru að koma frá svæðum þar sem sýkingin mjög útbreidd. Þetta alls engin trygging fyrir því að við sem ekki að hleypa sýktum eða smitandi inn í landi þeir munu hvort sem koma. Ávinningur af vinnunni við að skima alla svo lítill miðað við umfang og aðbúnað sem Landspítali myndi þurfa að halda uppi eins og nú hefur komið fram í heildarmati á afleiðingu opnunar. Nú, skimun einkennalausra á þennan hátt erfitt fyrir mig og aðra fleiri að rökstyðja vísindalega þegar ekki eru til staðar greiningapróf sem greina sýkinguna með vissu. Áhersla var lögð á að taka ekki sýni af einkennalausum í þessum faraldri, þannig að stefna sóttvarnayfirvalda núna gjörbreytt. Það umhugsunarefni að þetta verkefni hafi í raun náð svona langt að fyrir virðist án að hugsa þetta alveg út til enda. Hafandi verið á bakvöktum með rakningarteyminu, eins og allir mínir kollegar, þá alveg ljóst að þetta ekki eitthvað sem við leikum okkur að, til dæmis á laugardagskvöldi, eins og kom upp margoft, að setja einhverjum smitandi, og hann þá smitandi, einstaklingi einangrun í 14 daga, hvað þá kennitölulausum, mállausum á eitthvað hótel með fjölskyldu og börn með sér. Það væri þungskref, sérstaklega ef grunur virt smitt væri lítið. Mannauður, vinna, álag og fleira þarna sett í öfu að forgangsröðun og heilbrigðiskerfið okkar hefur margt annað betra að gera við sinn tíma, starfsmanna og fjármagn. Nú, hvað erum við þá að leggja til? Það nokkuð ljóst að kórónuveiran mun berast aftur til landsins með Íslendingum og ferðamönnum. Fjöldaskimun einkennalausra mun ekki útiloka það. Eigum við þá að opna landið án þess að skima. Hugsanlega það betri og hagkvæmari kostur. Ofangreindir þættir, álag á Landspítalann, flækjustigin í útfærslu skimana og sá litli ávinningur að finna hér og þar einhvern einkennalausan og líklega afalítið smitandi ferðamann með jákvætt sýni ekki þess virði þegar svipar fjöldi mun komast inn með falskt neikvætt sýni. Væri kannski betra að fylgjast með þeim sem koma til landsins á einhvern hátt, taka sýn af þeim með einkenni eða klárlega útsettir, svo einangra og rekja eftir þörfum. Það einmitt það sem við gerðum til að ná utan þennan faraldur. Gerðum það mjög vel. Við ættum frekar að nýta okkur það sem að heimsfaraldurinn hefur kennt okkur hingað til, virðing fjarlægðarmarka fyrir ákveðna hópa, handhreinsun, endalok handabandsins og almennt hreinlæti. Hlutverk þessara þátta í baráttunni gegn veirunni má ekki vanmeta. Þá hefur verið sagt að þetta sé tækifæri fyrir veirudeildina okkar og Landspítalinn kannski til að sanna sig.
En ég tel enga þörf á því. Við sýndum það svo sannarlega, við þurfum ekki að sanna okkur og það var alveg stórkostlegt að fylgjast með og vinna með þessu góða fólki sem þarna En veirudeildin okkar hefur verið fjársvelt lengi og skortur á almennum tækjum. Það þurfti heimsfaraldur til þess að fjárveitingavaldi áttaði sig á því og nú mikil eftirspurn og líklegast margra mánaða bið eftir nauðsynlegum tækjum. Deildin okkar getur keyrt 500 sýni eða fleiri á dag á sólarhring, en ef 20.000 ferðamenn kom í júlí og 100.000 í ágúst, þá þarf hún að geta keyrt 5.000 sýni daglega með öðrum veirusýnum sem við keyrum og eru nauðsynleg fyrir okkur læknana í meðferð okkar sjúklinga. Þetta er ekki möguleiki að svo stöddu og hefur verið staðfest af yfirmönnum deildarinnar. Eigum við þá að skima suma og ekki aðra. Á afkast að geta veirudeildar í sumar að stjórna ferðamannastrauminn til landsins og hvaða áhrif mun þetta hafa á kjarnahlutverk rannsóknarstofuna sem að sinna veiku fólki fyrst og fremst. Og hvað með þessi mótefnamælinga vottorð eða immunity passports? Án þess að fara út í langt mál þá ég algjörlega sammála því að staðfesting á fyrir sýkingu nánast útilokar að veiran beri með sér smitt og þetta mætti að sjálfsögðu útfæra en það þarf að staðla þetta einhvern nátt. Nú, eitthvað betra að seinka opnun? Við gerum alltaf ráð fyrir einstöku eða sporettist tilfelli, það eru við öll sammála Þau munu greinast hvort sem við opnum núna eða síðar. Þannig við erum þá hugsanlega bara að seinka hinu óumflýjanlegu. Og þetta gerist líka hvort sem við skimum alla ferðamenn eða ekki. Hvað efnahagslífi varðar snýst þetta að fá sem flesta ferðamenn sem fyrst, en munu þessar aðgerðir leiða til þess að ferðamenn flykkist til landsins. Ég veit það ekki. Landið öruggt núna og í raun laust við smitt COVID safe, eins og ég vil meina. Eigum við ekki að halda því aðeins lengur fyrir okkur sjálf. Nýja-Sjáland hefur til dæmis beðið með að opna og leyfa ótakmarkaðar samkomur innanlands. Hvernig væri að leyfa útilegur, útihátíðir, tónleika, fertugsafmæli eða fimmtugs, brúðkaup og jarðarfarir innanlandssteinana, þar sem smithættan hér á landi nánast engin. Ættum við að hafa mismunandi áhættumat fyrir lönd eða opna í áföngum. Til dæmis Schengen, Norðurlöndin, ég ætlum ekki að tala Svíþjóð, en við getum fylgst með hvernig Dönum tekst til. Þeir ætla að leyfa nokkrum velvöldum vinum að koma til landsins. En það afar erfitt áhættugreina lönd á þessu stigi faraldursins, þó svo að við höfum gert það upphafi. Vegna skráningu og fjölda prófa sem tekin eru samanburður á nýgengi milli landa líka erfiður. Ég ítreka það að ég tel að heilbrigðiskerfið sé vel undirbúið fyrir næstu bylgju þegar og ef hún kemur og við höfum sýnt fram á mikinn sveigjanleika í kerfinu. Ljóst að hún verður annars eðlis og hún verður afmarkaðri, en við þurfum að átta okkur á því að þetta á kostnað svo ótalmargra annara nauðsynlegra þátta í okkar brothætta kerfi. Viljum við það? Ef þið eruð engu nær varðandi bestu lausnina og þá öruggustu, þá erum við í sömu sporum. Ég get ekki svara hvenær á að opna landið. En ættum við að seinka opnun landsins meðan fylgst með hvernig gengur í löndunum í kringum okkur? Hugsanlega 15. júní of snemmt hvað varðar innviði heilbrigðiskerfisins og getu til eftirlits. Það alveg ljóst að við fyrsta smitt þá stefnir í að Landspítalinn fari á ákveðið neyðarstig, fari fljótlega aftur á neyðarstig. Og við verðum enn aftur að sætta okkur við takmarkanir, skerðingu á þjónustu og breytta forgangsröðun. Ég ekki viss að margir þeir sem enn á biðlista eftir hinn ýmsu þjónustu aðgerðum munu sætta sig við það enn á ný og nógu erfitt það líka með sumarorlof starfsmanna handan við hornið. Væri hægt að endurskoða ákvörðun og áformum að skima alla einkennalausa ferðamenn þó standi til að opna, skoða aðeins kostnaðarhagkvæmni af þessari tilraun, það sem þetta en einnig gögn takmarka getu þessara prófa til að útiloka sýkingu ofan á þá staðreynd að margir jákvæðir en einkennalausir eru alveg eins líklegir til að vera með gamla sýkingu sem yfirstaðin. Þetta kostar mikið en mun að mínu mati ekki komið í veg fyrir smitt til landsins, ég heldur sem öll sammála það, og jafnvel bara betra að sleppa því. Kerfið ræður ekki vel við þetta eins og Fjármunum gæti verið betur varið en nýskipta skimunarverkefni og við sem þjóð ættum að fá að njóta veiruleysis aðeins lengur. Ég þakka kærlega fyrir áheyrnina og ég fagna allri umræðu þetta mjög svo mikilvæga málefni. Kærar þakkir, Bryndís, fyrir áhugavert erindi og áhugavert sjónarhorn. Eru athugasemdir eða spurningar úr sal?
Gjör svo vel. Fyrir þetta málþing, þetta afar mikilvægt efni og takk fyrir þetta góða erindi og það sem undan komið. Mér finnst mjög áhugavert að sjá þetta sett fram með þessum hætti, vegna þess að eitt af því sem við fylgjumst núna með hvernig þessum hlutum háttað í okkar samanburðarlöndum og nú tala ég náttúrulega fyrst og fremst út frá atvinnugreininni sem í forsvari fyrir og hinum efnahagslegu þáttum að sjálfsögðu. Þar verið að horfa til þess að það verði ekki skimanir á landamærum. Við sjáum að Ítalir ætla að opna, Grikkir ætla að opna, Þjóðverjar ætla að opna, Portúgalir ætla að opna. Það verið að opna á milli ýmissa landa, Eystrasaltslanda og fleiri. Hvergi verið að skima alla sem að ætla að koma inn fyrir landamærin nema á Íslandi. Við höfum þær áhyggjur af því að þetta muni þýða það fyrir ferðaþjónustuna að það verði einfaldlega erfiðara að ferðast til Íslands en til annarra landa og við megum illa við neins konar hindruðum því að allar hindranir og óvissa eru afbókunar ástæður. Mér langaði þess vegna bara að spyrja það að því burtsett þegar hvenær þetta gert. Hefur verið farið eitthvað nánar út í það að skoða hver munurinn svona tölfræðilega á líkum á fjölda smita sem að geta komið inn eftir því hvor aðferðin notuð. Hefur verið gerð einhver svona samanburður á þessu varðandi hvað hugsanlegt eða líklegt að verði mikil fjöldi smitara til dæmis sem kom inn á dag með þennan fjölda sem við erum að horfa á. Þú veist að ég bara starfsmaður á plani, Þannig eins og ég segi, við vitum eiginlega ekki neitt. Þetta mjög erfitt og ég held við sem öll bara í þannig stöðu og enn aftur, ég bara að benda á að það eru önnur sjónarmið sem þarf líka svolítið að fara yfir. En þetta alveg mjög áhugaverð athugasemd og við vitum það ekki. Eins sem maður heyrt að hversu margir Íslendingar hætta núna við að ferðast innanlands í júlí og ágúst ef þeir vita að það verður einhver ferðamaður í hótelherberginu við hliðina á þeim og það annar punktur sem að ég hef heyrt töluvert núna upp á síðkastið. En ég get ekki svarað þessu. Ég bara læknir. Fleiri spurningar fyrir Bryndísi? Jón Magnús, gjör svo vel. Já, kennum mig formulega Jón Magnús, sérnámslæknir á Landspítala. Hvað afstöðu hefur varðandi hugmyndina hvort að fækkun einstaklinga inn í landi sem eru með COVID-19 hafi í raun áhrif á heldur svona endanlega stærð faraldursins ef að önnur bylgja kemur. Því að það virðist svona sumarannsóknir bendi til þess að það þarf tiltölulega að fá einstaklinga til að kveikja faraldrinum og þegar hann fer af stað þá upphafleg stærð á fyrstu tilfellunum ekkert endilega breyta sem skiptir máli, heldur meira hvort að einstaklingar var á röngum stað og röngum tíma. Heldur að yfir höfuð það að fækka einstaklingum inn muni hafa endanlega áhrif á faraldurinn hérlendis. Að stjórna streymi inn þá? Já, eflaust. Ég held að þetta sé bara prósenta. Þeim fleiri ferðamenn sem fáum, þeim meiri líkur á að finnum einhvern jákvæðin. Og ég einungis að benda á, þeir munu koma inn jákvæðir, hvort sem við skimum þá eða ekki og við finnum þá kannski fara bara aftur hans við vitum að því. Ég aðalega líka að horfa á, held ég, orkuna og peningana, fjármagnið, skipulagi sem fer í þessa heildarskimun. Ekki misskilja mig, ég veit að þeir munu koma, við munum þurfa að opna landið. Ég hjartanlega sammála því, þó að margir mínu kollegar reyndar séu það ekki og vilja að við höldum landinu áfram lokuðu. En ég tel að orkan sem fer í þessa vinnuferla, flækjustíðin í þessu, að finna hugsanlega einhverja jákvæða, einkennalausa, minna smitandi, þegar við vitum hvort í næsta herbyggi getur verið einhver neikvæður en meira smitandi. Það eiginlega svona svolítið minn punktur sem ég vil að við hugsum hérna á næstu dögum og vikum. Halldór Benjamin. Sælvert og þakka þér fyrir og gaman að hlusta á þig. Já, takk fyrir. Spurning mín eiginlega tvíþætt en svona angi af sama meiði. Þegar það komin einhverja vikna reynsla af þessum skimunum og við gefum okkur að þessu 2 sviðsmyndir sem teiknist upp, annars vegar að við séum að finna mjög mikið af smittum, hvenær ástæða til þess að loka landinu aftur, eða omvendt, þar sem við finnum eiginlega engin smitt, hvenær var ástæða til þess að afnema þessa skimun með öll. Einmitt. Og enn aftur, hugsanlega þetta, fyrst þetta var kynnt, þá var þetta hugsað sem 14 daga, 2 vikna tilraun, áhugaverð tilraun og svo sem alveg áhugaverð. Ég bara benda á kannski fjármagnið og forgangsröðina sem fer í þetta
þessa svokölluðu tilraun. En hugsanlega segir þetta okkur eitthvað, fyrstu vikurnar í júní, ef við erum ekki að finna neitt, þá hugsanlega ástæð til að endurskoða þetta ákvæði og leggja niður skimanir og opna enn frekar. En það náttúrulega ákvörðun fyrir ráðamenn og sem betur fer ræði þessu ekki. Þórólfur og Jóhanna, gjör svo vel. Jóhanna var á undan. Ég ætla að biðja ykkur að vera... Já, Jóhanna frá miðstöði lýðheilsuvísindum. Mín spurning snýr svolítið að við erum að tala að við vitum að munu koma ferðamenn og þeir einhverju munu vera smitaðir, við erum að gefa okkur það. En við erum ekki að tala það hversu líklegt að þessi smitaður ferðamaður smiti Íslending. Og við vorum með ferðamenn hérna, fjölda ferðamanna hérna í mars og margir voru eflaust bara að haga sér eins og þeir myndi alltaf haga sér á ferðalögum og við höfum einhverju upplýsingar það hvort að einhver Íslendingar hafi smitast yfir höfuð af ferðamönnum og við vitum eitthvað það hvernig þetta smitast og svona. Erum við eitthvað að byrja að tala þennan hlut í því að hvernig við ætlum af hverju við erum að opna landi núna eða... Það var náttúrulega almennt talað og ég held sýnt fram að það að ferðamenn hér voru kannski ekki mikið að smita út frá sér. Ertu að tala það? Hvernig í febrúar? Já, ég sammála því. Ég held að ferðamenn almennt sé ekki að smita mikið út frá sér. Auðvitað fara þeir á veitingastæði og nota salerni en ég vil líka meina og ég legg áherslu á það við notum það sem þessi faraldur hefur kennt okkur og ég held að allir í heiminu sem meðvita núna handhreinsun, fjarlægðar takmarkanir og almennt séð að passa sig svolítið betur enn í janúar. Þórólfur Matthíasson og síðan ég að loka fyrir fyrirspurnir. Já, ég vil þakka fyrir mjög gott erindi, kannski svona aðeins ef við lítum aðeins lengra fram og þú leggur sterk rök fyrir því að það sé ekki mikið gagnaði að skima á landamærunum. Falskir neikvæðir eru náttúrulega aðal hugtækið þar og ég algjörlega sammálaður varðandi þá þætti. Ég velti fyrir mér að því að þú lagðir dálítið vel upp hvaða innviðir þyrfti að vera til þess að taka við utan að Keflavíkurflugvelli. Hvaða innviðir þyrfti að vera til staðar ef við hleypum ferðamönnum á fullu inn í landið til þess að taka utan þá sem að veikjast á meðan þeir eru á ferðalagi. Heilsugæslan á að senda þyrluna eftir þeim. Erum við þá með innpakkaða þyrluflugmenn sem eru að veiða ferðamönnum út allt land. Það svona aðeins þessi pæling. Alveg sem við myndum veiða veikan Íslending upp, þannig við erum með þessi innviði til staðar að sjálfsögðu. Við munum, held ég, höndla veika ferðamenn eins og við gerðum áður. Ég held að það óbreytt ástand. Og við erum ennþá á tánum innan gæsalappa þó ég viðurkenni að mín meining núna að við erum COVID-laus á landinu. Það eru engin virk smitt. Þessi örfásmitt sem voru í maí eiga sér mjög góða skýringar og eru eldri smitt að mestu leyti og hafa ekki smita út frá sér. Þannig að við erum búin að vera nánast í 4 vikur án smits og eigum að fagna því, halda upp á það, en að sjálfsögðu erum við viðbúin þegar að því kemur. Engin spurning. Ég held að það verði að vera lokaorðin. Þakka þér fyrir, Bryndís, og við höldum áfram. Takk.